Komið sæl og blessuð og verið velkomin með okkur í Hvíta Máva og gleðilegt nýtt ár. Loksins hún komin. Hún í rauninni var til þess að þessi þáttur heiti Hvíti Mávar og útvarpsþáttur frá því í gamla daga hét Hvíti Mávar. Hún komin, Helena Eyjólfsdóttir. Helena Eyjólfsdóttir, velkomin. Loksins velkomin. Takk fyrir. Já. Og gleðilegt ár. Já, sömuleiðis takk. Takk fyrir gömlu árin. Sömuleiðis gestur minn. Já, sömuleiðis takk. Já, ég gerði bara svona. Já. Ha. Nýr diskur. Já, hugsaðu þér. Hvað á það að þýða? Það þýðir bara heilmikið fyrir mig. Já, það ekki? Jú, þegar Jón Rafnsson hringdi í mig og bara upp þessa hugmynd, það sannlega 3 ár síðan. Það átti þetta að vera svona bara einfalt eitthvað, svona létt lög með svona tríó undirspili. Og ég hugsaði með mig hvað verður nú gaman að enda ferilinn á að gera sólódisk. Ég hef aldrei gert það. Þú ert ekkert hægt. Þetta smá fjarar út, það er bara fínt. Já, og það var svona svolítið meira úr þessu heldur en átt að vera. Þannig ég endaði með því ég fekk að velja bara lögin sjálf og fekk bara jafnvel menn til að semja fyrir mig og bæði lög og texta. Og valdi svo bara falleg lög, amristægulög sem leit gera íslenska texta við. Já. Þannig að útkoman bara ágætt, ég bara sæmilega sátt. Og hann heitir bara Helena? Já. Ég sagði hann á bara að heita Helena vegna þess að ég ætla ekki að gera neitt fleiri diska. Og þá var nú hlegið og sagt, fleiri diska, þú sjáðu bara Ragga Bjarna. Já. En ég engin Raggi Bjarna, sko. Já, nei, þú ert Helena. Já. Nei, ég ger ekki fleiri diska. Nei, söngstu mikið jólin? Nei, ekkert mjög. Ég var hérna í Hofi með Friðrik Ómari og fleirum. Já. 3 tónleikar sama daginn. Já, á jólatónleikunum? Já, það var mjög gaman. Já. Það var svolítið erfitt en bara mjög gaman. Hvernig það einmitt eins og í þessu tilfelli? Það svo mikil aðsókn og selst svo vel og það ákveðið að hafa aðra tónleika og svo ákveðið að hafa 3. Já. Hvernig að koma inn á svið og vera að byrja að syngja á 3. tónleikunum? Er þetta ekki pínu svona? Veistu það voru eiginlega tónleikar nr. 2 sem ég fannst þetta erfiðastir. Já. Þá sem að það var einu tónleikar eftir, sko. Svo tónleikar nr. 3, þær voru bara mjög góðir. Já. Tekur þetta á þig, þar að segja, gefur þú gríðarlega mikið í þetta, ertu þreytt eftir svona? Mér fannst ég ekki þreytt, það var kannski fótónum, en það tekur alltaf svolítið á mig að koma svona fram svona ein. Ég er svo vön að vera bara í hljómsveit, vera bara, eins og ég segja, ein af strákonum, söngkonan af hljómsveitinni, þar sem eru fleiri með mér á sviðinu, en svona þegar ég er svona alein, alltaf pínu erfitt. Já. Ertu nervus? Já, ég er það. Þú ert það? Já. Hefur alltaf verið það? Nei, ekki þegar ég hef þá í kringum mig. Ekki þegar þú kemur fram í hópnum? Nei. Já. En svona ein þá er ég það. Sefur ekkert kvöldið áður? Jú, ég sef alltaf vel. Það er svona fiðringur í maganum. Já. En þetta er samt gaman? Mjög gaman. Já. Þetta væri ábyggilega ekkert gaman eða væri ekki þessi fiðringur. Nei. Svona sem að gefur ekstra púst aðeins. Já. Varst að syngja inn á plötu 2016. Hvenær söngstu fyrst inn á plötu? Já, það var 1954. 54? Það var 12 ára gömul. Ég söng jólasálmana Heimsum ból og í Betlehem inn á plötu fyrir íslenska tóna. Við undirleik Páls Ísólfssonar. Páls Ísólfsson? Já, og það var tekið í Dómkirkjunni í Reykjavík. Já. En 12 ára stelpa, já. Hvernig uppgötvast svona, hver vissi á og söng svona vel? Já, Tage Amundrup sem átti íslenska tóna lítur að hafa vitað það þegar hann kom að máli við söngkennara minn sem var Guðrún Pálsdóttir. Guðrún var ekki að Héðins Valdimarssonar og var söngkennari í Melaskóla. Og þá ert þú bara lítið stelpa? Já, ég byrjaði að læra söngkennari 9 ára gömul. Já. Vegna þess að ég var alltaf syngjandi sem barn og móðir mín fóð með mig til Sigurðar Birkis, söngmálastjóra
og hann kom mér í nám til Guðrúnar. Svona ung? Já, ég fór bara heim til hennar, held ég 1 sinni eða 2 sinni í viku og hún kendi mér bara undirstöðu atriði með öndun og syngja á sér hljóðunum og svona. Nei. Jú, og þetta, ég lærði á þessu og ég nýti mér það enn þann dag í dag. Já, fannst þér þetta skemmtilegt? Var þetta ekki svona, að þú veist, ung, var þetta ekki svona krakki sem var neyddur í tónlistarnám? Nei, það var ekki að neyða mig í það. Mér fannst þetta mjög gaman. Já. Og ég var ekki búin að vera lengi hjá henni í námi þegar að ég fór að koma fram á skemmtunum þar sem hún spilaði undir fyrir mig. Já, og það var þá beðið ykkur þannig? Já, ég var svona skemmtiatriði í einhverjum samkomum. Ég var sérstaklega eftir einni ferð við fórum með rútunni til Keflavíkur og hún þessi fína frú í minkapels fór með mig til Keflavíkur í rútunni og spilaði undir fyrir mig og tók heilmikla peninga fyrir það og lét mig fá það alla. Nei. Jú. Já, þannig að þú var snemma að byrja að vinna fyrir þig. Með söng. Já, þetta var ótrúlegt sko. Já. En þetta var efnuð kona og mér fannst þegar ég kom til hennar í Sjafnargötu 14 heima í stóru húsi, mér fannst ég bara að vera að koma í höll. Já. Þetta var þekkt kona í bæjarlífinu Reykjavík þá? Já, mikið skelfing, já. En ertu úr Reykjavík? Já, ég er fædd og uppalinn í Reykjavík. Já, hvar áttu heima þar? Stórholti fyrst í Höfðaborginni, meðan að pabbi minn og mamma voru að bíða eftir að verkamannabústaðarnir í Holtonu voru byggðir. Já. Svo fluttum við í Stórholt og þar átti ég heima mín bernsku ár, óskaplega góði tími. Já. Hverjir voru foreldrar þínir? Laufey Árnadóttir, ættuð Grindavík og Eyjólfur Steinsson, ættaður úr Húnavatnssýslu. Já, þannig út Húnvetningu. Já. Og þú átt heima þarna á þessum stað? Já. Og svo, í hvað skóla fórstu? Ég var í Laugarnesskólanum. Ég átti í rauninni að vera í Gagnfræðaskóla Austurbæjar. Já. En að því að systir mín hafði byrjað í Laugarnesskólanum þá fikk ég að vera þar líka. Og það var dálítið langt að ganga. Já, ég get tíma með það. Já, ég var 20 mínútur að labba hvora leið. Já. En ég er bara mjög þakklátt fyrir að vera í Laugarnesskólanum. Það var góði skóli, góði kennarar. En sko, þú ert í þessu skóla. Hvað hugsaðir þú svo framhald? Hvað vildu stelpur gera á þessum árum? Hvað langaði þið til þess að verða? Ég mamma nú ekki, sko. Vildur ekki verða flugfreyja? Nei, ekkert svoleiðis, alls ekki, nei. Ég hefði mjög gaman að söng. Ég var í kórnu hjá Ingólu Guðbrandsinni í Laugarnesskóla. Já. Og, já, ég þarna... Ég meina, hvað eru stelpur að hugsa á þessum árum? Hvað gerir, lékuð ykkur og hvað gerir, svo stækkið og svo farið að mála ykkur og allt þetta, sko? Það kom ekkert strax. Ég held ég hafi verið svolítið sein í öllu. Er það? Já, það var ekki fyrir ég kom í Gagnfræðaskóla í Lindagötu. Það var þá sem að fór að finna svona þessa... Stelputilfinningu? Já, átti það mjög góða vinkonur og við fórum saman í bíókvöldin og svona. Já. En ég held ég hafi bara verið óskap svona þægilegur úrlingur. Já, er það ekki? Jú, þú er alltaf verið óskaplega þægileg og góð kona. Já, ég hef alltaf sagt já við öllu. Er það ekki? Jú. Já, en hélst söngurinn alltaf áfram hjá þér? Unglingsárin? Nei, sko það var einmitt, Guðrún sagði mér að ég ætti að hvíla mig á söngnum á unglingsárum, svo myndum við taka upp þráðinn aftur. Já. Ég held gestur, ég hef ætla að vera óperusönguna. Er það? Já. Ég man eftir mér onni í kjallara í Stórholtinu, æfa aríur onni í geymslu. Nei. Jú. Fórstu bara ein þangað? Já, ég fór það sem enginn gat heyrt í mér. Og þá sem sagt byrjar og reyna að fara, er það þá eitthvað eftir sem það heyrðir í útvarpinu? Já, mikið skelfing. Ég man í Stjörnubíó var sýnd myndin La Traviata, ég held ég að sé hana 8 eða 10 sinnum. Já. Og lærði aríurnar. Já. En svo bara skeiði það að á unglingsárunum og þegar að rockið kom, þá var ég í Gagnfræðaskóla í Lindagötu. 50 og hvað? 55, 6, já. Þá þarna man ég að bekkurinn minn tók sér til og fór allir saman í bíó til þess að sjá Bill Haley and his Rockets. Já. Já. Með Lokkin? Já, með Lokkin, já. Bill Haley and his Rockets, já, ég held að hann heiti það. Og við fórum öll saman í bíó og ég man á eftir, sko, þá rokkuðum við niður Laugaveginn, sko, bara til að
vera með læti og svona, já, eitthvað láta taka eftir okkur og svona. En var það þá fyrsta sem að þú sko færð í þig af rocki? Nei, ég var náttúrulega farin að hlusta þarna á dægurlög, skilur. Það var nú ekki mikið hægt að hlusta á dægurlög í íslensku útvarpinu. Nei. En það var þó hægt, það var Óskari sjúklinga og sjómanna og svona. Já. En svo var það að SBS hélt tónleika í Austurbæjarbíói til styrktar og þar var fenginn bresk hljómsveit sem hét Tony Crombie and his Rockets. Og þá áttu nú að kenna Íslendingum að meta rock and roll. Já. Og ég veit ekki af hverju ég var beðin að syngja fyrir hlé. En 15 ára gömul stóð ég á sviðinu í Austurbæjarbíói og söng með hljómsveit Gunnars Ormslev. Og ég söng ekkert rock, ég söng bara þessi fallegu lög eins og True Love og eitthvað svona. Já. Fyrir hlé, svo eftir hlé, þá kom þessi breska rockhljómsveit og trillti líðin. Það voru 11 sýningar. Nei. Jú. Hvað segir? Þetta var mjög gaman, sko. Já. Það var eitthvað sem skeiði hjá mér þá. Og ég, svona, ferillinn minn byrjaði þá. Sko, já, þessi tími þegar rockið að koma og svo aftur seinna svo þegar ég strákur og Bítlarnir koma, það bara gerðist eitthvað. Já, það gerðist eitthvað, já. Það var búin að hlusta á, sko, Hauk Mortens og þá syngja svona sjómanna, söngva og eins og það segir í Óskalum sjómanna og akkurat, þetta. Já. Og svo bara allt í einu kom eitthvað. Já, sko mér gekk ágætlega í skóla, ég fór í landspróf og ætlaði mér í mennskóla og kláraði mitt landspróf og sótti mig í MR, það var alltaf einu menntaskóli þá. Já. En þá kom tilboð til mín að syngja sem söngkona í hljómsveit sem í Framsóknarhúsinu. Það var sko alveg glænýtt hús við Tjarnargötuna, við Fríkirkjuveginn, sem seinna var svo Stokklúbur og svo seinna Glaumbær. Það hét fyrst Framsóknarhúsið, þetta var glæsileg húsakynni sem að fólk gat komið í mat og svo dansaðu eftir. Já. Og þarna söng ég heilan vetur, 16 ára gömul. Og hafði ekki eins og sko heimild til að vera inn á svona stað? Nei, allir það. Hugsaði, 16 ára? Já, og ég sko gerði mér alveg ljóst að ég gæti ekki bæði gert þetta og verið líka í skóla. Þannig ég þurfti að taka það ákvörðun hvort ég ætlaði að gera þetta eða halda frá námi. Og ég man eftir mér, sitjandi á bekk í Lækjargötunni og þá var ég nýbúin að fara og tala við rektor og taka umsóknina mína tilbaka. Ég trúi því. Jú, þetta er satt, þetta var dramatískt. En ég gerði mig grein fyrir því að ég var að taka mjög svona afdrifaríka ákvörðun. Já. Þú hefðir annarkvort orðið hjúkrunarfræðingur eða læknir. Akkur segir það? Þú ert bara þannig kona. Hvað gafstu þá að hugsa? Varstu búin að velta því fyrir þér ef maður hættir, ef ég hætti núna, þá ætlaði ég verið í söngnum og tónlistinni? Ég ætlaði bara að gera það. Já. Það var ekkert annað sem kom stað hjá mér. Nei, það er nú göfugt líka. Já, en þetta var bara það sem ég vildi gera. Sérðu eftir því? Nei, aldrei. En hvað heldur að þú hefðir orðið? Að þú hefðir lært? Það er aldrei að vita. Ég misti þarna af mínu skólafélögum sem öll fóruðu sko eiginlega mentaveginn og er bara svona, bara áhrifafólk í þjóðlífinu í dag og hefur verið gegnum árið. En ég misti svolítið af þeim þarna. Hefur þú farið í pólitík? Nei, alls ekki pólitík. Þú hefði farið önnunarstörf? Nei, ég veit það ekki. Er það ekki? Nei. Heldur þú hefur verið bókastarfræðingur? Hvað, ég að telja meira? Já, hérna, gestur minn, ég veit það ekki. Ég var bara dægurlaga söngkona og mér finnst það bara alveg ágætt að vera það. Já, ég er ekki að gera lítið úr því. Nei. En ég held að fólk hafi þá dag ekkert fundist þannig flott að vera dægurlaga söngkona. Eða hljómlistarmaður, hljóðfæraleikari. Nei. Fólk sagði við mig sko, hvað gerir maðurinn? Já, hann spilar nú í hljómsveit. Ég meina ég meina hvað vinnur hann? Já, hvað vinnur. En hefur þú ekki verið spurð að þessu líka? Nei. Aldrei? Reyndar ekki. Nei. Ég meina leikarar hafa verið spurðir að þessu? Já. En hvað gerur þessu? Já, þetta á bara að vera svo gaman sko. Og vissulega er þetta gaman. Já. En þetta er heilmikil vinna. Auðvitað er þetta vinna. Við vitum það bæði, þetta er heilmikil vinna. Já, svo ertu þarna 16 ára að syngja í Framsóknarhúsinu. Já, 15, já. Eða 15, 16 ára, já.
Og hvað svo? Og svo eftir það, já, þá fer ég til Akureyrar til þess að syngja, þá voru Finnur og Ingimar Eydal að stofna hljómsveit sem hét Atlandi kvartett. Já. Landsfrægu kvartett. Heldur betur. Og Finnur heyrði mig syngja, ég var að syngja ásátið í gamla Sjálfstæðishúsinu sem núna NASA. Já. Og hann spurði mig hvort ég geti hugsað mér að koma norður til Akureyrar og syngja með hljómsveit sem að hann og bróður hans var að stofna. Og það þurfti eiginlega ekki að biðja mig það tvisvar. Ég er búin að vara á Akureyri eitt sumar þegar ég var barn. Já. Misti pappa minn þegar ég var 10 ára gömul. Og föðurbróður minn, Ágúst Steinsson, hann og hans kona tóku mig þetta sumar. Var hann föðurbróðir þinn? Já. Já. Og þarna fór ég inn á heimilið til þeirra og strákana sem er nú kallaði Kennedy bræður. Já. Og mér var svo gaman þegar þeir voru að kýta við hvern annan. Já. Mér fannst þið gera svo drengilega. Þessi alltaf já drengur, nei drengur, viss drengur. Og svona, þetta er svo drengilegt hjá þeim. Villi og... Já, Villi og Skúli og Byggi. Og Byggir og þið. Þarna var ég að passa Eyva frænda minn. Já. Hann var sko þarna bara 3 ára gamall og óskýrður, einhver hluta vegna. Já, já. Hann var alltaf skýrður í höfuð á pappa minnum. Já, hann var skýrður í höfuð á pappa þinn. Já. Og ég mér leið svo vel þetta sumar þarna hjá þeim og það þurfti ekkert að biðja mig að koma þarna aftur. Nei. En hvar hittirðu Finn fyrst? Þannig í Sjálfstæðishúsinu í Reykjavík. Í Sjálfstæðishúsinu í Reykjavík? Já. Og það er náttúrulega, við vitum það nú kannski allflestir en Finnur Eydal er maður þinn. Já, við vorum giftið 35 ár. Já. Já, svona var náttúrulega leyti eitt af öðru. Ég var hérna 1,5 mánuð þetta sumar. Það var alltaf böll. Já. Fólk hafði ekkert annað að gera en að fara á bíó og böll. Já. Og þetta var alþjóðhúsið. Allinn. Gamli Alli? Já. Á einni heit? Já. Og með mér í hljómsveitinu var Óði Valdimarsson. Já. Og þetta var svo gaman og mér finnst í endurminningunni hafa alltaf verið sól. Alltaf sól og þið spiluðu í alþjóðhúsinu? Já, og rúntuðu svo í skótunum að syngja massa og eftir Berlín. Já. Hefur þetta sem sagt verið óskaplega ljúfur tími svona þegar heiltir yfir lítið? Já, mikið skelfing, já. Það var oft erfitt. Já. Það var oft mikið vinna, skilur við, en þetta var bara alltaf svo gaman. En svo koma börnin líka? Svo koma börnin og þá er það nú erfiðar að vera að fara burt á kvöldin. Hvernig var það, Helena? Það bara gekk svo vel, ég átti svo dásamlega tengdamóður. Hún bara kom og passaði börnin. Nei, er það? Já. Og þið að fara að syngja. Já. Hvernig er tilfinningin, sko, þetta er náttúrulega fyrir listamenn og leikara, en tilfinningin að dagurinn er búinn, komið að kvöldi, það er kvöldmatur, koma börnunum í rúmið og svo farið þið í aðalvinnuna. Já. Þetta var allt í lagi á þessum tíma þegar maður er ungur. Já. Það er allt í lagi þegar maður er ungur. Og líka því vorum í þessu bæði. Menna, sko, ég hefði aldrei enst öll þessi ár. Ef að ég hefði nú kannski gift einhverjum rafvirkja eða bifvélavirkja eða eitthvað. Heldur að hann hefði sko viljað það að konan hans væri bara að þvælast út á kvöldin með einhverjum gæðum. Bara á böllum alltaf? Á böllum. Já. Nei. Þetta er náttúrulega stór hluti af því að ég er ennþá búin að starfa svo lengi sem dægurljóðsönguna. En líta menn á þetta sko bara sem púra vinnu þegar þið fóruð á kvöldin að spila? Já, sko við gerðum það. En þarf þetta ekki að vera gaman? Þetta var gaman. Við æfðum á hverjum degi. Við vorum alltaf með nýjustu lögin. Já. Þetta var bara alveg ótrúlega skemmtilegu tími. En það var mikil vinna. Já. Og sko þegar maður kom heim af æfingum kannski 7:30 menn og beðið bara börnin eftir kvöldmattum. Þannig að þetta maður þurfti ofta að spretta úr spori. Já. En svo náttúrulega þú hefur reynda síðustu ár unnið aðra vinnu. Já. Ég sko var í 30 ár hjá sjúkrasamlagi, fyrst 10 ár hjá sjúkrasamlagi Akureyrar. Já. Og svo 20 ár hjá sjúkratryggingum sem að þetta fluttist allt yfir til ríkisins. Já. Og ég er búin að vinna sem sagt þessa vinnu full starf í þarna. Söngst á kvöldin? Já. Þar áður var ég að vinna bæði í þvottahúsinu Mjöll tíma, hálfa vinnu. Og svo var ég að vinna í Vífa-tónböndum, búið til kassettur. Kassettur? Já. Helvíts dugnaður í þér. Já. Fyrirgefðu orðbragðið. Já. Svo náttúrulega þessi sko landsfræga hljómsveit, Ingimar Eydal. Já. Sem náttúrulega átti Sjallann og átti nánast landið á miðin. Já.
Þetta náttúrulega var ótrúlegu tími. Þetta var ótrúlegu tími. Sko, við vorum svo bundin í Sjallanum. Við vorum þar fast húshljómsveit, ég var þar í 9 ár. En við fengum alltaf frí á haustin. Já. Og þá notum við þann tíma og fórum til Reykjavíkur og tókum upp svona 1 eða 2 sjónvarpsþætti eða jafnvel plötur og fórum svo svona svolítið rúmt landið og héldum dansleiki í stærstu húsunum eins og Valaskjálf, Stapa, Grindavík, Alltaf fullt. Alveg ótrúlegt. Höfðu þið ekki sæmilega í ykkur? Jú, við höfum það. Já. Getur við ímyndað með þetta. En svo náttúrulega utanlandsferðir, þið að farið ótal utanlandsferðir. Já, við fórum til 3 sumir fórum við til Mallorca og spilum þar í klubbi sem Los Valdemars áttu. Já, voruð þið lengi í einu þá eða? Við vorum 3 vikur í einu. Spiluðu það hverju kvöldi? Já. En ekkert allt kvöldið. Nei. Nei, við spilum kannski svona hálfdæmi í senn og komum fram kannski 2, 3 sár. Þetta var óskaplega gaman. Og það hefur verið sumafríð ykkar? Það var það í rauninni og við tókum þessi að börnin okkar með. Við gistum á hóteli sem var rétt hjá þessum klubbi sem við spiluðum í. Og það var svona fjölskylda sem rak þetta hótel og þetta var svona svo heimilislegt. Við fundum það að við gátum alveg tekið þau með. Og fengum svo þarna mann sem vann þarna fullorðinn mann til að passa þau fyrir okkur á kvöldin. Og þegar við komum heim að þá sagði hann okkur hvenær þeir hefðu farið að sofa og svona og við gáum hann svo smá aura sem hann notaði til að kaupa gasólín á honduna sína. Nei. Jú. Og svo náttúrulega veit ég það að þið hafi verið pöntuð til útlanda, árshátíðir, þorrablót, bara út allt. Við vorum, fyrsta utanlandsferðin okkar mjög minnistæð. Þá fórum við að spila fyrir Íslendingafélagið í Kaupmannahöfn. Og ég sá þetta fyrir mig svona einhvern dýrðarljóma, sko. Ég sá fyrir mig bara langborð að fólki að sitja við borða flottan mat og allar konur í síðkjólum og svona. Og tók með mig minn fínasta síðkjól. Svo þegar við komum þarna og vorum bara stýtt upp hljóðfærin og fórum að spila, þá kom bara í ljós að gestirnir voru bara, þetta var allt saman svona hippalíður. Þetta var á þeim árum, sko þetta var svona 70-72. Já. Og það var engi sendiherrar eða fínar konur í síðum kjólum, sko. Nei. Og ég man að einhverjum hálftóliti þá tókum við pás og ég man að ég skautaði í ælu á leiðinu við dansskólu. Þetta var bara alveg hræðileg endurminning. Og svo man ég að, sko, eftir í þessari pásu þá stoppaði yfirþjónninn á staðnum danssteikinn og sagði bara að þetta verður ekki lengra og Íslendingar koma aldrei meir inn í þetta hús. Þetta er leiðilegt að segja frá þessu, en svona bara var þetta, því miður. Þannig að dansleikurinn var, eða skemmtunni var bara til 11:30. Já, það var allarnir blindfullir. Já, bara, eða dópaðir eða eitthvað, þetta var ömurlegt. Hvað segir? Við fórum bara í okkar vetraföt og gengum bara svo niður strikið kvöldið bara til þess að gera eitthvað. Já. Fórum svo einhverja smörbrauðsstofu sem Ingimar vissi og keyptum okkur smörbrauð. Ingimar hefur vitað af þessu. Já, hann vissi af þessu. Já, svona var það. Já, þetta var nú fyrsta utanlandsferðin. Þetta var fyrsta utanlandsferðin? Já. En svo fóruð þið gengt til Moskvu? Nei, við fórum til Stokkólms. Já, Stokkólms. Já, en svo veit ég það að Ingimar fór með sína þegar þeir voru með syngurahljómsveitina, bræðurnir. Þá fór Ingimar með sína hljómsveit oft til útlanda að spila. Helena, ég sé þetta hérna á gólfinu. Já. Þetta hérna? Já. Erstu með þetta? Já, ég tek þetta með mér stundum. Ég var beðin það núna. Þú varst beðin það núna? Já. Þetta svona komið í voða fallegar umbúðir. Já. Vegna þess að ég fekk þetta utan jólagjöf frá vinkonu minni og fannst þetta passa svo vel og nú bara þetta komið hérna í svona flottar umbúð. Þetta Stokkurinn? Þetta hinn frægi Helenu Stokkur. Já. Voru það ekki stuðmenni að þeir sem byrjuðu með þetta, með Helenu Stokkinu? Já, þetta var það fyrsta sem ég heyrði. Já. Ég heyrði þetta í sjónvarpinu. Egill Ólafsson sagði, við köllum þetta alltaf Helenu Stokk. Já. Dabba. Ég var alltaf að hrista þetta, sko, hérna. Og það þarf svona sérstakt lag til þess að fá bakslægið, sko. Já. Og ég notaði þetta alveg óskaplega mikið. Svo skeiði það í Húsafelli, vorum að spila þar, að það datt botnin hérna úr og flögurnar fórum mestu því allar niður bara pallinn. Og ég bara lagði Stokknum. Hann myndi aldrei nota hann meir.
En svo var það vinnu minn og fyrir hljómsveitarmeðlimur, Friðrik Bjarnason, málarmeistari. Hann kom, sótti stokkinn, setti inn í hann eirflugur og kom svo manni heim með hann til að leyfa mér að máta, hvenær það væri mátulegur. Og svo bara lokaði hann honum og málaði hann og lakkaði hann og hann bara svo nýr. Þetta er yndislegur gripur. Hugsaði þið. En ég veit svo líka Helena að þú ert með annan grip með þér. Já, reynda gerði ég það. Já. Af því þú stundum spurt fólk sko, hvort ertu með eitthvað með því? Já. Já, ég tók með mér svolítið sem ég gaman að segja frá. Þetta hérna. Margir hafa komið með svona eitthvað skarkgrip, en þetta er svolítið sérstakt fyrir það að ég var að syngja á sviðinu í Sjalanum. Ég sé svona 35 ár síðan. Það kemur til minn ungu maður og biður mig að koma og tala við sig. Og ég beigi mig svona við til að tala við hann og hann setur þetta svona utan hálsinn á mér. Nei. Og hann gerði þetta sjálfur, þetta er búið til hófnöglum. Já. Og mér finnst þetta svo fallegt, ég er búin að nota þetta svo mikið og ég vildi óska að ég hefði getað þakkað hann fyrir, en hann bara hvarf. Ef hann heyrir, Já. Þá hefur hann samband. Já. En ég veit ekki eins og hvað hann heitir. Nei. En ég er búin að nota þetta mjög mikið, þetta er skemmtilegt. Þetta er fallegt, það er gaman að svona hlut. Já. Helena, nýtt ár. Nýtt ár. Hvernig verður það? Ég veist að verður bara gott. Ég eiginlega veit að verður gott. Er það ekki? Jú. Þú er nóg að gera? Já, alveg bara temmilega mikið fyrir mig. Já, ánægð með það? Ég er ánægð með það, mér leiðist aldrei. Ég bara, misti alltaf hafa nóg að dunda við og svo hef ég alltaf músíkina. Þú er alltaf músíkina? Já. Það var yndislegt að fá að spjalla við þig. Takk fyrir. Takk sem við leiðist.